Við skulum skoða kenninguna í Mattesi kapla 26, versi 17. Á fyrsta degi ósýru brauðanna komu lærisveinarnir til Jesú og sögðu: Hvar vilt þú að við búum þér páskamáltíðina? Hann mælti: Farið til ákveðins manns í borginni og segið við hann: Meistarinn segir, minn tími í nánd. Hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Lærisveinarnir gerðu sem Jesús bauð þeim og bjuggu til páskamáltíðar. Vers 26. Þá þeir mötuðust tók Jesús brauð, gerði þakkir, braut það og gaf lærisveinunum og sagði: Takið og etið, þetta er. Hvað þetta? Páskabrauð líkami minn. Með öðrum orðum, þetta er hold mitt. Vers 27. Og hann tók kaleik. Inni í bikarnum páskavínið. Gerði þakkir, gaf þeim og sagði: Drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Páskabrauðið og páskavínið innihalda merkingu þess að vera hold Jesú og blóð Jesú. Jesús sagði: Hver sem etur hold mannsonarins og drekkur blóð hans, hefur eilíft líf. Þetta þýðir að þeir sem neyta páskabrauðsins og páskavínsins eru þeir sem neyta holds Jesú og blóðs Jesú. Þar sem Jesús lofaði að þeir sem neyta holds hans og blóðs hans muni öðlast eilíft líf, getur hver sem neytir páskabrauðsins og páskavínsins fengið ókeypis aðgang að lífsins tré frá Guði. Guð, sem setti takmörk á leiðina að lífsins tré, bjó til páskana sem gera okkur kleift að ganga frjálslega inn að lífsins tré. Hver sem fær aðgangspassan, það er páskana, getur gengið inn veginn að lífsins tré. Hins vegar geta þeir sem ekki fá aðgangspassan ekki komist inn á veginn að lífsins tré. Þannig að þeir geta ekki lifað að eilífu. Þeir væru samt sem áður læstir inni í syndinni, það ekki? Við gefum Guði Föður og Guði Móður eilífa þakklæti, dýrð og lof fyrir að gefa okkur frjálsan aðgang að vegi til himnaríkis í gegnum nýja sáttmálann. Þakka þér kærlega fyrir.